Friðrik á Grund, Grundarkalli í Brekku og Göngustæðarhólmi renndu austur á landi eftir líflömbum. Þar sem aðeins einn þeirra var að eigin sögn kominn til vits og ára var ákveðið að hann myndi keyra. Friðrik keyrði því og gekk vel. Á leiðinni var komið við á Akureyri og farið á rútinn. Það var hægur vandi enda Friðrik á forninum og ekki með nú að 5 hesta kerru aftan. Þegar Friðrik keyrði inn Akureyrarbæ sá hann föngulegt kvenfólk í næsta bíl. Friðrik virti það vitaskuld fyrir sér en hélt engu að síður áfram ferðinni. Skömmu síðar fór Friðrik að furða sig á því hversu þröng gatan sem hann keyrði væri orðin og hversu margir sem kæmu úr gagnstæðri átt hlaupuðu á sig og sýndu sér röngutöng. Það var ekki fyrr en eftir drykklanga stund sem Friðrik fattaði að hann væri að keyra á móti einstefnu í Glerárgötu álæðis að miðbæ Akureyrar og það á háanna tíma. Ferðafélagar hans voru í fastasvefni enda snemma dags og vöknuðu upp með andfælum í bílflaut og djöfurgang sem þeir heyrðu út undan sig. Nú stemmdi allt í stóðslis og 20 bíla árekstur á næstu ljósum þannig að Friðrik frá þar á að taka handbremsuleik og snúa hinn hurð að borð með 5 hesta kerru við á fundinu. Hvort það tókst eður ei ekki vitað. Það sem vitað að Kalli, Gunni og síðar með líflömbum þurfa öll að herða drykkjuna til að þora að halda bílferðinni áfram. Hvað var það þig? Ég hafi fengið bara einhverjar 400 núllur, eitthvað svona. Allast til að ég fara að lesa þetta nú. Hæ? Nei, það er hættum alveg. Þetta. Hvar byrjar þetta? Þetta er bara einhver gögn frá Siglingumannastofnun. Sama sagan með þessa hólsara, það aldrei hægt að þess fóta fyrir. Það var skóladagur fyrir hestamenn í Svarfaðardal þegar kaffi á Hóli setti stjónast. Hvað sagði ég? Það var kaffi á Hóli, blefli og bla bla og... Jæja, þetta maður að reyna að halda áfram með þetta. Það var stór dagur fyrir hestamenn í Svarfaðardal þegar Kalli á Hóli setti stjóna sinn og þegar hestamannafélagi Hringur hélt upp á 50 ára afmæli sitt með hóphreyfing. Eins og skemmtidagskrá og stórveisla á Rýmum snemmsumars. Þau hátíðarhöll voru þó bara eftir svo hver annar kýtningaskýtur miðað við hátíðarhöllin sem efnt hafði verið til þegar nýtt og glæsilegt hesthús var formlega tekið í notkun á Hofi aðeins stöddu fjölmenni. Helstu fyrirmenni svardagsgrar hestamennsku mættu á svæðið í sérstakka viðhafnarokknum þar sem öllu var til tjáðfag. Vel var veitt af mat og drykk
og raunar svo vel að Hönnu á Hofi gekk bölvanlega að losna við gestina og átna sig á hesthúsinu fyrir eftir dúk og disk. Sumir voru séðar en aðrir og gerðu sér glaðan dag, glatt kvöld og glaðan nótt í veislunni, þó svo að vita varla hvað snýr fram og hvað snýr aftur á hesti. En þið vitið hvað sagt terturnar éta sig ekki sjálfar og landinn drekkur sig ekki sjálfar. Hestarnir á Hofi máttu hins vegar dúsa utandyra og fengu ekki að koma inn í hesthúsið fyrr en veislugestirnir voru farnir og búið var að taka til og drífa.